Tapirna gegn HK, hvernig myndir þetta? Já, lánleysi okkar náttúrulega algjört í þessum leik og við erum í þannig stöðu að bara við náum ekki að koma boltanum í netið og byrjuðum leikinn helviti vel og mér fannst við alveg geta verið 2-0 yfir eftir 10 mínútur. En svo fáum við okkur mark og svona áttum á brattan að sækja en við reyndum og kláruðum hennar leik að mínum að þetta ágætlega en við erum svolítið lánlausir uppi og gæðalausir uppi markanstæðingarna. Men þið fenguð heldur betur færið, það eins og ykkur séð bara fyrirminn að setja henni þetta var líka svona í síðasta leik og svo líka erum við ekki nú klókir að verjast og í stöðunni 3-1 hefur við náttúrulega fínt færi en fáum svo í baki þegar við erum að reyna að minnka munn. En mitt vonin var svona kannski svolítið stutt? Já, en við reyndum, alveg klárlega. Hvað svona fannst þið fara með leikinn eins og segir sterkir þarna í upphafi, var það einhver trú sem fór þarna? Já, nei, ég vil nú ekki meina það, eins og ég segi, mér fannst við alveg klára hennar leik ágætlega og við vorum, en eins og ég segi, þegar enn og aftur við nýtum ekki færin okkar og eigum svona fín moment að skora undan og svo fáum við okkur mark og annað og þá svona kannski minnka trúin að það geta komið tilbaka en við reyndum. Núna 5 töp í röð í deild, svona hvað finnst þér þurfa að lagast? Já, það bara, við þurfum náttúrulega að laga varnarleikinn, við fáum okkur alltaf mikið af mörkum, skorum og fá, þannig að þetta er ærið verkefni en hins vegar vissum við það alveg, fyrir á brattan að sækja í deildinni í ár og koma upp í fyrra og enda var okkur spá mjög neðarlega í deildinni, þannig að það er bara að halda áfram og þetta ræðirnar og vonandi förum við að fá okkar sterku menn úr meiðslum þannig að vonandi eigum við eftir að koma tilbaka. Og þið gera vonandi gegn Fjölni í næstu umferð? Já, vonandi. Takk hérlega, Bjarni.